Komið þið sæl. Ég vil taka undir orð Emils áðan að ég óskaplega glöð að sjá hvað það eru margir sem að sýna þessu verkefni áhuga og vonandi verður þetta til þess að maður sjái einhver samvinnufélög fæðast núna á næstu mánuðum. En það sem ég ætla aðeins að tala er meira bara svona praktíska hliðin. Já, það sem sagt kennslu og fræðslu þátturinn. Og það náttúrulega sjálfsögðu þannig að ykkur ekki bara hent út í djúpurlaun og ykkur sagt, jæja, nú eigið þið bara að stofna samvinnufélag og þið sittið og klórið ykkur í hausnum yfir því hvernig í ósköpunum eigum við að fara að þessu. Þannig að við erum búin að setja saman sem sagt kennsluprógram sem að miðar að því að færa ykkur ákveðin svona tól og tæki sem að eiga að sem sagt hjálpa ykkur í þessu uppbyggingastarfi. Og dagskráin þannig að núna í nóvember, núna 12. nóvember, þetta byrjar á hópastarfi og við byrjum á því að fá aðila í það að hrista ykkur svolítið saman, þannig að það verður svona til þess að skapa svona ákveðna hópkennd, vegna þess að það skiptir gríðarlega miklu máli þið komið til með að vinna saman í hópum og vinna mjög mikið saman. Og þá skiptir máli að þið náðu svolítið saman, þannig að við gerum það svolítið til þess að brjóta ísinn. Síðan hefst kennslan og við munum náttúrulega tala sem sagt fara aðeins dýpra í svona þessa hugmyndafræði samvinnufélagana. Það er mjög mikilvægt að þið séu meðvituð það. Hvað er samvinnufélag? Hvað er það sem er öðruvísi við samvinnufélag með við til dæmis venjuleg hlutafélög eða annað félagaform? Það skiptir gríðarlega miklu máli þið séuð með á nótunum hvað það var. Og hafið sem sagt, þau gildi að ykkar leiðarljósi í ykkar vinnu. Nú við minnum, þið fáið aðgang að kennslukerfinu okkar á Bifröst sem heitir MySchool og við minnum jafnframt kenna ykkur á að nota það er veflegt og er tiltölulega einfalt í notkun og þar inn verða til dæmis sett ýmis fróðleikskorn, fyrirlestrar, jafnvel ýmislegt lesefni sem að getur komið ykkur að góðum notum og svo framvegis. Nú síðan farið í hugmyndavinnu og síðan verða myndaðir hópar. Það er að segja að síðan sem sagt kennslan eiginlega byggist á því það eru kenndir ákveðnir þættir og síðan sem sagt farið í hópana og vinnið svolítið sjálfstætt og nýtið þau tæki sem að ykkur hefur verið kynnt fyrir ykkur. Síðan eru vörðurnar þær að síðan þurfum við að sækja áframhaldið. Það er að segja þegar við erum búin að mynda hópa og færi svona hugmyndavinnu og þá þurfum við að skila inn svona umsókn til okkar og síðan förum við yfir það síðan í desember. Nú síðan er náttúrulega frí og síðan hefst kennslan aftur í byrjun janúar. Og þá byrjum við á því að kenna ykkur svona ýmis praktísk atriði hvað varðar upplýsingatækni. Maður gerir sér náttúrulega grein fyrir því að þið kannski hafið misjafnlega mikla þekkingu þar á, sum kannski kunni mikið, önnur lítið, en það sem að kennsla miðar fyrst og fremst að er það hvað er það sem þið þurfið nákvæmlega að kunna í sem sagt hvað var upplýsingatækni í ykkar rekstri og þannig að þetta verður svona praktísk tól og tæki. Síðan förum við út í markaðssetningu og þar verður svona megin áherslan lögð á samfélagsmiðla eða svo kallega social marketing. Það er að segja hvernig nýtið þið svona maður og mann, tengslanet, Facebook og svona önnur slík tæki. Nú síðan verður farið út í gerð viðskiptaáætlunar og það er gert ráð fyrir því síðan að þið í janúar og febrúar að þá vinnið þið að gerð viðskiptaáætlunar fyrir samvinnufélag
og það gert ráð fyrir því að þið kynnið hana í kringum 15. febrúar. Ég tek það fram að þessi dagskrá öll náttúrulega birt með fyrirvarum breytingar og þið ykkar sem sagt, skráið ykkur í þetta prógram að þið fáið náttúrulega senda dagskrá svona með þá nánari tímasetningum og svo framvegis. Nú síðan gert ráð fyrir mitt að þið stofnið samvinnufélög og það verði 1. mars á næsta ári og síðan verður farið út í kennslu á svona ýmis grunnatriðum í bókhaldi og bókfærslu og fjármálum og síðan svona aðeins varðandi stjórnun og skipulag og starfsmannamál og svo framvegis. Þetta sé og það náttúrulega svolítið miða við samvinnufélög og svona farið út í svona praktísk atriði. Og nú það gert ráð fyrir því að kennslunni sem sagt ljúki svona formlega í apríl en síðan náttúrulega bara starfi þið áfram. Þið ykkar sem að taki þetta skref og myndi þessi félög og þess að þið vinni áfram og hún Sandra Brá ætlar að tala aðeins handleiðsluna. Ég læt þessu allavega lokið í bili. Takk fyrir.